Hérna er vængurinn og gatið fyrir servóið, hallastýrið hér og ég ætla að setja eitt svona servó hér. Og ég ætla að snúa því svona vegna þess að ég vil hafa stöngina hérna á milli eins stutta og mögulegt er. Servóið fer hérna ofan í, dettur þægilega í, en það er ekki sniðugt að láta það sitja á balsa. Þannig að ég ætla að skera balsan undan servóinu þannig að það liggi eða sitji á krossviðnum. Balsinn er mjúkur og það endar með því að servóið kremur hann og verður laust. Nú get ég sett servóið hérna ofan í, svona, og nú situr það á krossviðnum og engin hætta á að neitt kremjist og servóið fara að hreyfast. Nú ætla ég að festa servóið niður og það ger ég með því að bora með 1,5 mm bor niður. Ég er búinn að taka servókrossina af því að hann væri bara fyrir. Og hérna er sem sagt komið gat sem ég get núna skrúfað í. Ég ætla ekki að nota skrúfurnar sem fylgja, heldur ætla ég að nota þessa hér. Þetta er sérstök servóskrúfa með sesskanthaus sem ég keypti frá fyrirtæki sem heitir modelfixings.com. Ég set link á það fyrir neðan vídeóið og ég set það hérna í og skrúfa niður með sexkanti. Þetta er afskaplega góður sexkantlykill sem ég keypti einhvers staðar á netinu, ég man ekki hvar, og nú er servóið komið á sinn stað og eiginlega orðið fast. Með í kittinu frá Slack er svona stýristöng, 2 mm stýristöng. Það er klemma til þess að festa hana og það er horn til þess að taka á móti sem kemur á hallastýrið. Maður skrúar þessa klemmu bara upp á stöngina, svona, og ég ætla að hafa það hérna utan á. Á báðum servóum, báðum vængjum verður klemman á ytri partinum á servónum. Svo beini ég stönginni hérna niður að hallastýrinu og merki hvar ég vil fá það. Hallastýrið kemur þá hérna nákvæmlega við hlíðina á þessari löm. En það er einn galli á þessu sem að ég hef minnst á áður, og það er það að balsi er mjúkur og það endar yfirleitt alltaf með því að balsinn byrjar að kremjast og þá skemmist það sem við erum búin að gera fínt. Til þess að festa hornið hérna niður á ætla ég sem sagt að skipta efni.
í staðinn fyrir balsan ætla ég að nota krossvið. Og það fylgir helling á krossviði með sem við ætlum ekkert að gera annað en að henda, bara aukaefni. Svo ég ætla að skera smá ferning úr krossviði og fella hérna inn í hallastýrið. Hérna hallastýrið og hérna ferningurinn sem ég ætla að fella hér ofan í. Ég ætla að byrja því að finna miðjulínu og því að ég hafði þetta 5 cm langt þá einfalt að gera miðjulínuna hérna á 2,5. Þá veit ég að þessar 2 línur eiga að falla saman. Nú staðset ég kubbinn þannig að hann nái örlítið inn í fláan sem hérna Þannig að það enda með því ég þarf að taka smá fláa á kubbinn. Þá veit ég að hann á góðum stað. Svona. Og svo teikna ég hérna í kringum þetta með blýantinum. Önnur aðferð að nota bara hnífinn beint og skera meðfram kubbnum létt, aldrei að skera mjög fast með svona hníf og hérna. Nú þarf ég að skera þetta í burtu 3 mm. Það að segja, ég þarf að fara 3 mm niður og það einfalt að merkja hérna bara framan á nokkurn veginn 3 mm, þannig að ég viti hvert ég á að fara. Þá spurning hvaða verkfæri gott í þetta og vel brýnt sporjárn akkúrat það sem við þurfum. Þarf ekki að vera stórt og við tökum bara lítið í einu. Þá geta að skera aðeins neðar, aðeins dýpra. Við þurfum að fara 3 mm niður. Það ótrúlega djúpt. Og gott að venja sig á að taka alltaf aðeins of lítið vegna þess að það má alltaf taka meira. Það verra ef maður tekur of mikið og þarf að bæta við.
Nú komið dálítið ofan í, nú skulum við sjá hvort að platan passar. Og hún stendur þó nokkuð mikið upp úr ennþá. Svo að við höldum áfram. Við getum lifað fyrir að fara þess á teinar, að þá byrja að rásnöfna. Nefnum að byggja í tegnum, að þá þetta nægir sundur. Nú er þetta lítið á. Nú er þetta við dæmis saman á nokkuð til þess að fá þetta alveg skett. Nokkuð hérna mín, þannig að hátta það. Nú er þetta mjög lítið á. Svona, nú passar hann mjög vel í. Þá er bara að líma hann með venjulegu trélími og gera hina þrjá. Það sé að hérna á móti, vegna þess að við ætlum að skrúa hornið alveg í gegn og á hinum tveim hallastýrunum. Nú er ég búinn að slétta hérna, það er komin önnur plata hinum megin og þetta er hornið sem á að koma hér á. Ég set það eins framarlega og hægt er til þess að götin á horninu séu í línu við þolinmóðin á lögmónum. Ef að þannig er, að þá get ég verið viss að fá jafna hreyfingu upp og niður. Ef að þetta er ekki í línu við þolinmóðin á lögmónum, að þá verða hreyfingarnar mismunandi. En nú þarf ég að merkja og bora fyrir tveimur götum, því að tveir 2 mm boltar þurfa að fara í gegn og þessi litla plata þarf að taka á móti þeim hinum megin. Boltarnir skrúfast í þessa plastplötu og svo er hægt að setja, ef maður vill, litla ró upp á. En þessi plata í sjálfu sér, af því að hún er úr næloni, ætti að vera alveg nóg til að halda boltanum í og þá horninu á sínum stað. En nú er galdurinn að merkja og bora í gegn fyrir þessum boltum. Ég ætla að skera plötuna frá. Nú ætla ég að snyrta þetta lítið í leiðinni. Svona. Laga þetta til. Og götin hér eiga að standast á við götin á litlu plötunni. Þetta getur stundum verið kaldur.
Til að hjálpa til við að gera þetta, þá er ég hérna með afskurð af hallastýrinu og ef ég set hann hérna undir, svona, að þá er þetta yfirborð núna orðið lárétt. Þannig að ef ég bora núna niður hér, þá ætti ég að fá nokkuð beingöt og ég ætla að merkja, set hornið akkurat á línuna og sjá hvort ég get merkt hérna í gegn með blýantinum. Já, þetta var nú ekki mjög áberandi. Ég ætla að fá mér kannski síl og stinga. Ég set hornið þar sem ég vil hafa það og sting göt sikkur megin. Þarna þurfum við að koma 2 mm göt í gegn. Til að gera það almennilega þá nota ég borstandinn. Nú er vonin sú að hægt sé að setja hornið hér akkurat á þennan stað, stinga boltunum í gegn og skrúa þetta fast hinum megin. Hins vegar segir reynslan mér að þetta er næstum því aldrei hægt. Ég veit ekki af hverju, það bara virkar þannig, það bara gengur ekki upp. Þá er spurning, hvernig er hægt að laga þetta? Það er mjög auðvelt. Það sem maður gerir er að maður tekur 2,5 mm bor og borar í gegnum götin. Það er yfirleitt nóg til þess að gefa skrúunum örlítið færi á að hreyfast til pínu pons. Maður getur jafnvel snúið horninu örlítið og síðan hert það á. Þessi örlitla stækkun úr 2 í 2,5 gefur manni færi á hreyfingu og stillingum. Hér er ég búinn að taka snúruna úr servónu upp og festa hornið, eða festa stöngina hérna við bara með klemmu til bráðabirgða, bara ganni. Og hérna er ég síðan með svona servotester eða servoprófara, mjög gagnlegt tæki til þess að sjá hvernig þetta virkar. Og þetta verður alveg til fyrirmyndar, sko. Það held ég.